Og áfram höldum við föstudagsþáttinn og nú ætlum við aðeins að skoða lítalækningar. Hann kominn til mín, Ágúst Birgisson, lítalæknir, velkominn. Takk. Þú ert búin að vera í bransanum í hvað mörg ár? Ég flutti heim 2007, búin að vera í þessu síðan. Já, varst í Noregi, segirðu? Nei. Löng saga. Já. Byrjaði sérnáminu hjá mér í Ameríku Já. og svo kláraði það í Noregi, bæði bæklingsskólaninn og lítalækningar þar. Já. Og síðan var ég 1 ár í Svíþjóð í fegrunaraðgerðum. Já. Bara. Þannig að þú ert líka bæklunarlæknir. Já, bæklunarskurðlæknir. Bæklunarskúrlæknir, takk fyrir. Hefurðu unnið líka í þessu, í því? Já. Og ef við skoðum núna lítalækningarnar, hvað myndirðu segja væri svona algengasta aðgerðin hjá þér? Pínu erfitt að segja. Af þessum stóru aðgerðum eru brjóstaaðgerðirnar algengar. Bæði brjóstaminkaðar og stækkaðar og svo lyfta eða lagfæringar til barnsburð og börnin og allt svoleiðis. Það stór hluti af þessu. Og síðan eru það svuntu aðgerðirnar af þessum stóru aðgerðum og það aftur líka eftir offitu þegar fólk búið að grennast mjög mikið eða eftir börnin. Þetta fer svolítið illa með líkamann, sko. Tekur svolítið á. Og svo náttúrulega fitusog, það alltaf vinsælt. Svona vandamál á fitan sem að fólk nær ekki að sér. Já. Hvaðan hún bara aðalega mittið eða það alls staðar? Já, þetta mjög góð spurning hjá þér. Fólk mismunandi vaxið og mismunandi vandamál. Hjá konum það oft mjaðmirnar hérna utan og náttúrulega maginn líka, pínu bingóið. Þetta svona hjá konunum. Hjá körlmönnum þetta pínu öðruvísi. Það fitudrifin, það björgunarhringurinn hjá körlunum og svo brjóstin. Og það svolítið vandamál hjá mörgum körlum að þeir eru með stór brjóst og þetta oft miklu meira vandamál heldur en talaður og það getur gefið mjög góðan árangur að gera fitusog þarna á og getur breytt mjög miklu fyrir viðkomandi. Og það þá bara varanlegt eða þetta eitthvað sem þú þarft að endurtaka? Nei, það varanlegt ef maður gerir fitusog þá tekur þú fitufrumurnar og þær koma ekki aftur, þannig að það varanlegt. Þá fitnar ekki eins mikið á þessum stað sem við tökum. En ef þetta svona útlitstengt og ekki kannski lífshótandi, þetta þá eitthvað niðurgreitt eða borgar fólk þetta bara úr eigin vasa? Fegrunaraðgerðirnar borgar fólk úr eigin vasa. Og það skipti á sjúkratryggingum hvað sjúkratryggingar taka þátt. Og brjóstaminkaðirnar til dæmis taka sjúkratryggingar ekki þátt í nema þessi veruleg einkenni og viss skilyrði sem þarf að uppfylla. Já, vöðvabólga og vesen. Já. En svo ertu líka, eins og varst að segja mér hérna áðan, með eins og sortuæxli og svoleiðis, lítalækningar. Já, það eru húðkrabbameinnin sem stór hluti af lítalækningunum. Það þannig að sortuæxlin eru mjög það það sem við erum hræddastir við. Það getur verið banvæn og ef við náum sortuæxlunum nógu snemma, þá læknum við viðkomandi. Já, með því að skera það bara burt. Já, þá þetta venjulega það fæðingablettur sem að svo breytir sér og ef við náum því á því stiginu þá kannski bara frumubreytingar í blettinum og það forstig sortuæxlis og ef við náum því á því stigi þá getum við komið veg fyrir að þetta verði sortuæxli og meiri háttar vandamál eða jafnvel leiði til dauða seinna. Þess vegna þessi blettaskoðun mikilvæg og fólk mjög mismunandi útsett fyrir því. Erfðir koma þar mjög sterkt inn og síðan sólin og sólbekkirnir. Þannig að þeir sem voru mikið í sólbekkjunum í gamla daga, þeir eru miklu meiri hættu við mynda sortuæxli seinna. Þetta uppsafnaður faktor. Hefur þú svona heyrt af því þegar þú ert að fá til þín fólk að það hafi í þessum vanda að það hafi þá verið í ljósabekkjum? Hefur eitthvað kannað það systematískt? Það búið að gera það. Það algjör fylgni þar á milli og þannig að sólbekkjanotkunin mjög skaðleg, beinlínis hættuleg að þessu liti. En fólk ekki alveg hætt í sólbekkjunum, það nokkuð? Það ennþá til? Ekki frekar reykingar, við vitum alveg hvað það gera fyrir okkur. Akkúrat. En svo það svona eins og með andlitið, fólk að fá í varirnar og það alls kyns í gangi. Getur hver sem komið og sagt bara, ég vil gera þetta og þá það bara gert, eða hvað? Nei. Allavega ekki hjá mér. Ég ger ekki hluti nema mér sjálfum finnst það svona ástæða til þess. Allavega innan marka. Þú veist, þannig að ég ger ekki hvað sem ég biður Nei. Það ekki þannig.
Því er ekki að koma og biðja eitthvað svona svakalegan stúd. Nei. Nei. En það er mjög gaman þegar þú minnist á þetta að straumarnir í líftækninum þannig eða þróun, það hefur verið þróun. Já. Áður voru gerð augnloksaðgerðir sem eru ennþá sígildar og mjög áhrifamiklar, það er mikil breyting og tiltölulega lítil aðgerð og færi mikið út úr því. Þetta verður miklu léttara. Er það þegar augnlokin eru nú þung og þú tættur að sjá út og þá bara minnkar þau þess? Já, þá tekur maður húðina og umfram húðina, fituna bakvið og drófslega gaman. Áður fyrir var gert mjög mikið af andlitsliftu, við gerum andlitsliftu ennþá, en minna. Það er að strekkja hreinlega bara. Og ennisliftu líka, ennisliftan er næstum dottin út eftir að Botoxið kom. Já. Að Botoxið og fyllefnin hafa svolítið breytt hlutunum, þá er þetta miklu minna inngrip raunverulega. Já. Og það breytir andlitinu það mikið að þörfin á ennisliftu og andlitsliftu minnkar, sem er mjög gott að þurfu ekki að gera stærri aðgerðirnar. En þessi efni sem verið að sprauta í fólk, er þetta bara alveg skaðlaust? Þannig þú deyfir, þú náttúrulega lamar eitthvað. Það er ekkert af því sem þú sprautar algjörlega skaðlaust. Nei. Það er sprautað til að skaða, náttúrulega. Já, það eru fylgikvillar af öllu. Botoxið sem er alveg snilldarefni, Botoxið virkar þannig, það lamar vöðvan. Það sést í taugavöðvamótin og blokkar vöðvan, þannig að hann dregst ekki saman sem skildi. Þannig að ef við sittum í enni, þá getum við slétt úr enninu að miklu leyti. Við getum tekið grimmuna hérna þessa neikvæðu hluti og hérna þessi minnka þetta með Botoxinu. Ef þú myndir sprauta oft á miklu, gætur þá ekkert grett þig, hreinlega? Já, þú getur. Þá verður alveg bara svona? Já. Þú getur, já, ef þú notar nógu mikið, þá getur þú lama það mikið ennið og umgjörðina að þú getur ekki lyft og jafnvel að augabrúnin verður þung. Það er ef þú setur of mikið eða þá viðkomandi er meira næmur fyrir efninu en þú áætlar. Og ef þú, kunningi minn eða kollegi, sem ég ætla ekki að nefna hvar vinnur, hann hélt að þetta væri ekki mikið vandamál og gerði þetta fyrir konar sína. Nema hann setti aðeins of langt út fyrir og lamaði taugina niður að vöðva, þannig að hún gat ekki brosaði hálft ár. En gengur þetta svo tilbaka? Svo gengur þetta tilbaka. Það er líka snilldin við þessi efni, þannig að þú getur prófað þetta, ef þið líkar ekki, þá fer þetta tilbaka. Já. Og þá endurnýjar þetta á 6-8 mánuða fresti eða eitthvað. Það er Botoxið? Já, það er Botoxið. En ef þú setur eitthvað svona ífyllingar efni? Já, fyllefnin eru eiginlega snilldarefni líka. Það eru til raunverulega tvær gerðir. Það er til fyllefni sem ekki eyðast, þau eru mjög varasöm. Þú vilt helst, ég nota þau helst ekki. Af því að ef þú sprautar ef viðkomandi er ekki að fíla þetta, eða eftir einhver ár, þá er þetta ekki að því líkaminn þróast, varirnar þróast og húðin þróast, þannig að þá liggur fyllefni ekki á þeim stað sem við viljum. Það var það bara alveg komið til að vera og verður alltaf eins. Já, og þú eiginlega nærðir þess ekki burtu. Þannig að ef þú fær sýkingu í þetta eitthvað, þá er það meira áttamál. Fyllefnin sem við notum lang mest, þau eyðast á 6, 8, 10 mánuðum. Og þetta er raunverulega glært gel sem sprautar undir hrukuna og lyftir henni upp. Þannig að þú getur notað fyllefni í eins og þessar hérna hrukku til að minnka hana og þá er minni þörf á andlitslyftunni. Það er það sem það pínu gerir. Þetta eru kannski... Í þessa hérna er hægt að setja fyllefni til dæmis. Það er hægt að setja í kinnbeinin og auka þau aðeins og það er ýmislegt svona hægt að gera. Þegar maður er í þessu umhverfi alla daga og svona, finnst mann þetta kannski sjálfsagðara en Pétur og Pál út í bæ. Ég einhvern veginn er svo langt í burtu frá þessu en svo kannski, þú veist, ef maður er í þessu allan daginn þá kannski er þetta bara sjálfsagt. Ert þú búin að sprauta eitthvað staðar? Ég er svo heppin í þarf þess ekki. Þú þarf þess ekki, þannig að þetta er bara ekta. Þetta plagar mig ekki, þannig að ég hef ekki þörf á þessu fyrir mig. En ég hef ekkert á móti þessu efnum, þetta eru snilldarefni þau eru notuð rétt. Og árangurinn er dramatískur. En fólk er ekkert kannski, er þetta hækja, þú veist, er fólk kannski bara berjast við einhverja minnumáttarkennd eða eitthvað og heldur það að þið líði betur með þetta eða er þetta bara virkilega, sérðu mun á fólki, gengur það bara hnarreistir út?
hvort tveggja eru mjög góði punktar hjá þér og hvert tveggja tilfellið. Það bara þannig. Það fólk lendir í krísu, líður illa með sjálft sig og útlitið og sjálfsmat og allt. Það kemur oft til okkar og með eitthvað ákveðið vandamáli, eitthvað sem við reynum að leysa úr og fólki líður kannski betur með það og vinnur þá úr sínum málum eða hvernig sem það lang flestir af okkar skjólstæðingum almenni þetta almenna fólk sem kemur og vill lukka betur eða þú veist, losna við hrukkurnar á enninu og ekkert í krísu þannig. Einn ánægðasti viðskiptavinur hjá mér var aðstoðarlæknir sem ég vann með í Noregi og hann var 30 og hann var með hrukkur í enninu sem var eins og dalir, bara eins og 70 sprautni. Þá vorum við að prófa okkur með þetta vegna sem við notum þetta í bæknaskólanum líka. Setti í ennið hjá honum og það bara slettist úr eftir nokkra daga. Himinlifandi konan hans líka. Þetta ofsalega gaman. Það allt til í þessu. Þetta áhugavert, tíminn hlaupin frá okkur, gaman að heyra tískustrauma í þessu sem og öðru. Bara takk fyrir komuna. Takk fyrir að hafa mig.